Komiði sæl, það er ansi kunnuleg staðan á þessu yfirlitskorti. Við sjáum að það er víðáttumikil lægð suður af landinu og önnur yfir Skandinavíu. Við erum í norðan áttum og svona svölu lofti. Það náði þó 15 gráðum hitinn í Borgarfirðinum í dag og eins á Þingvöllum, en til dæmis var frostið á Þingvöllum næstu því 5 gráður í nótt. Þannig að hitasveiflurnar eru miklar þegar loftið almennt er svona svalt. Það er ósköp lítil breyting að sjá á þessu korti, svona allavega næsta sólarhringinn, en svo færast hér skil svona aðeins nær landi á laugardag og gæti verið einhver úrkoma við suðaustur ströndina á sunnudaginn. Á hitasviðinu sjáum við að heimskautaloftið það er ennþá svona með yfirráðin yfir þessu svæði hér yfir landinu og norður af okkur, og hlýjaloftið er allt hér sunnan og austan til, en það verður þó sæmilega hlýtt í sólskini á sunnan og vestanverðu landinu næstu daga eins og verið hefur, en það má áfram búast við því að það verði kalt og ansið svona hráslagalegt á norðan-austanverðu landinu, sérstaklega þegar það nær ekki að skína sól. En við sjáum að það hvessir örlítið á morgun, leggur svolítið vind af hafi og má búast við hafgólur svona kannski 10 metrum á sekundu við Húnaflóa, síðan er þetta svona 10 til 12 metrar á sekundu úti fyrir Vestfjörðum og inn á Breiðafirði, og líklega nær Hvalfjarðarstrengurinn sér á strik líka, en það er nú svona frekar hægur vindur á Austfjörðum og miðanum þar austuraf, og svo aftur svo lítill strengur hér allra syðst á landinu. En í fyrramálið þá er nú víðast hvar bjartviðri, þó að verði einhver smá skýjahula líklega allra nyrst á landinu. Hitastigið er svona kannski frá 0 og upp í 5 gráður í fyrramálið, en það verður nú væntanlega næturfrost, sérstaklega til fjalla og þar sem við erum svona fjærst ströndu. En svo þegar líður á dagina þá hækkar hitinn aðeins hérna sunnan og vestan til með sólinni, en það er þó þannig að hitinn nái líklega ekki hærri en svona upp í meira en 12 gráður hér suðvestan til, annars verður þetta nú svona víða bilinu 3 til 8 gráður. Það er svolítil norðan gola á norðvestanverðu landinu, eins og þið sjáið, 8 til 13 metrar á sekundu, líka líklega hér við Faxaflóa, en það er þó minni vindur inn til landsins. Á laugardag þá er nú ekki miklar breytingar í kortunum, það er ennþá svalt yfir norðausturhorninu, bjartviðri í flestum landshlutum og sér væntanlega eitthvað til sólar nema helst við norðurströndina. Á sunnudag, sjómannadag, þá er nú svona frekar svalt veður í kortunum. Eins og ég sagði áðan þá ganga hér smá skil upp að landinu og líklega verður einhver úrkoma á suðausturströndinni svona síðdegis á sunnudaginn. Hitastigið ætlar að vera þetta 2 til 10 gráður, en það er nú bjartviðri í flestum landshlutum og þá líka á norðan- og austanverðu landinu. Helst að það þykni upp hér suðaustanlands og með suðurströndinni. Á mánudaginn þá er svona norðaustan áttin áframhaldandi á landinu. Það er þó útlit fyrir að verði bjart í flestum landshlutum, og þó það verði næturfrost þá ætti hitinn að ná sér ágætlega yfir frostmark yfir hádaginn. En ef við bregðum okkur til Skandinavíu og Evrópu þá sjáum við að það er nú svona skín sól víðast hvar, en það er þó búið að vera talsverð rigning til dæmis á Bretlandseyjum. Þegar við förum til austurálfunnar þá ber að geta þess að það hefur verið mjög mikið þrumuveður, haglél og allskyns læti til dæmis í Rúmeníu. Mikið tjón af stóru hagléli sem féll þar í gær, en svo þegar við förum sunnar í álfuna sjáum við hitinn fer að ná svona 25 og jafnvel 30 gráðum á Íberíuskaganum og alltaf blíða á Tenerife. En í Bandaríkjunum hefur ýmislegt gengið á, það eru mikil flóð í miðríkjunum og miðvesturíkjum Bandaríkjanna og hafa verið undanfarið. Það er svona stundamilli stríða virðist vera víðast hvar á morgun, en þó hægt við svolítið úrkomi hér svona suðaustan til, þó að miðríkin sjálf sleppi. En sem sagt hjá okkur á morgun er útlit fyrir svona norðlæga átt, það hvessir svolítið þegar líður á daginn, einkum norðaustan eða norðvestan til á landinu. Það má búast við því að sól skín í flestum landshlutum, en verði áfram frekar svalt í veðri. Verið sæl.